Kona sem var leikskólastjóri á Sælukoti kveðst ekki hafa heyrt af meintu kynferðisbroti starfsmanns gegn barni fyrr en fjölmiðlar fjölluðu um málið. Amma barnsins segir kerfi hafa brugðist. Viðbúnaður vegna hryðjuverka var aukinn í Bretlandi í dag. Sprenging í leigubíl í Liverpool í gær er talin hryðjuverk en bílstjórinn bjargaði mannslífum með því að læsa árásarmanninn inn í bílnum. Nýgengi smita hefur aldrei verið hærra og metfjöldi í einangrun eða sóttkví rúmlega 4.300 manns. Samkvæmt finnsku spálíkani má búast við yfir 100 smitum daglega fram í miðjan janúar. Thor Aspelund, líftölfræðingur, segir að spáin sé svartsýn. Fullt var út úr dyrum í Laugardalshöll í morgun þegar fólk mætti í örvunarbólusetningu. Bólusetja á 160.000 manns á landinu fyrir 8. desember. Varðskipið Týr kom úr síðustu sjóferð sinni á vegum Landhelgisgæslunnar í morgun. Týr og áhöfn hans áttu stóran þátt í að Íslendingar unnu sigur í síðasta þorskastríði. Gott kvöld. Við ætlum að byrja á því að segja ykkur af því að starfsmaður á leikskólanum Sælukoti hefur verið kærður fyrir að hafa brotið kynferðislega á barni í skólanum. Við þurfum að bíða aðeins með þessa frétt og förum til Bretlands fyrst. Sprenging í leigubíl í Liverpool í gær er rannsökuð sem hryðjuverk. Leigubílstjórinn er talinn hafa komið í veg fyrir fjölda dauðsfalla með snarræði. Breska ríkisstjórnin ákvað að auka viðbúnað vegna atviksins. Sprengingin varð við kvennaspítala í Liverpool í gær. Tilkynnt var að einn hefði látist og annar slasast. Gerð var húsleit á minnst 2 stöðum og alls 4 handteknir. Í morgun var svo haldinn blaðamannafundur þar sem kom fram að sprengja hafi sprungið sem farþeginn hafði meðferðis. Although the motivation for this incident is yet to be understood, given all the circumstances, it has been declared a terrorist incident and counter-terrorism policing are continuing with the investigation. Sprengjan sprakk laust fyrir klukkan 11 í gærmorgun en á þeim tíma hófust allt Bretland athafnir til að minnast þeirra sem hafa fallið í stríðsátökum. Fjölmiðlar hafa greint frá því að maðurinn sem féll hafi beðið leigubílstjórann að aka sér að dómkirkjunni í Liverpool þar sem slík athöfn hófst klukkan 11. Bíllinn komst ekki alla leið þangað vegna lokana. Þá var bílstjórinn beðinn að aka að kvennaspítala Liverpool. Leigubílstjórinn gerði það en var tortrygginn. Og þegar komið var að spítalanum tókst honum að læsa farþegann inni og forða sér það leyti sem sprengjan sprakk. Bílstjórinn slasaðist en hefur nú verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Líkum er leitt að því að hann hafi komið í veg fyrir fjölda dauðsfalla með snarræði sínu. Lögreglan segist meðvituð þá viðburði sem áttu sér stað þegar sprengjan sprakk. We cannot at this time draw any connection with this, but it is a line of inquiry which we are pursuing. Bresk stjórnvöld tilkynntu nú síðdegis að viðbúnaðarstig hryðjuverka hefði verið hækkað í næst hæsta stig sem þýðir að miklar líkur séu á hryðjuverkum. But what yesterday showed above all is that the British people will never be cowed by terrorism. We will never give in to those who seek to divide us with senseless acts of violence. Rúmlega 100 manns gætu greinst daglega hér á landi fram í janúar samkvæmt finnsku spálíkani. Yfirlögregluþjónn segir fjölda bólusetningu og hertar aðgerðir koma í veg fyrir að slík spá rætist. Strax við birtingu í morgun voru komnar raðir fyrir utan skimunarstöðuna við Suðurlandsbraut og hvert COVID-metið slegið á fætur öðru. Ekki að þeim sé fagnað neitt sérstaklega. Nýgengi smita hækkar dag frá degi og eru nú 519 á hverja 100.000 íbúa. Það þýðir að Ísland verður í fyrsta sinn dökkrautt á sóttvarnakorti Evrópu næst þegar það verður uppfært. Við erum með mesta nýgengni í faraldrinum sem við höfum haft. Við höfum ekki verið með svona marga einangrun og sóttkví á sama tíma. Samtals eru tæplega 4.340 í sóttkví eða einangrun, 25 á sjúkrahúsi og 4 á gjörgæslu. Síðustu 7 daga hafa 1.116 greinst smitaðir innanlands. Víðir segir að rakningin gangi enn sem komið ágætlega en rakningateymið hefur fengið liðsauka frá hjúkrunarfræðingum í Stykkishólmi. Það er svona samt mjög þungt í þessu og það er ekki allir sem að fá kannski eins mikla þjónustu eins og við hefðum viljað. Að við hefðum kannski vilja geta rakið meira í kringu. Það er viðráðanlegt eins og staðan er núna. Finnst spálíkan gerir ráð fyrir því að kúrfan sé enn á leiðinni upp. Bláu punktalínurnar eru smitspá næstu vikna. Thor Aspelund, prófessor í líftölfræði sem hefur gert íslensku spálíkönin í fyrri bylgjum, segir að reynslan sýni að finnska líkanið sé í svartsýnni í kantinum og 50 manna fjöldatakmörkun sem var sett á fyrir helgi sé ekki tekin með inn í spána. Það er að spá því að við verðum í svona kringum 100 smittum fram yfir áramót og fram í janúar.
Það áreindar eftir og kannski erfitt að rekna inn í þessa þriðju bólusetningu sem við teljum að muni hjálpa okkur að hægja verulega á þessu þegar fleiri og fleiri fá hana. Þannig að við náum ekki utan þetta fyrir jól? Við náum þessu kannski niður og ég bara hef góða trú á því að við náum þessu verulega niður, en það bendir ekki til þess að smittölurnar verður eitthvað mjög lágar fyrir jólin, en kannski náum við þessu niður fyrir 100 fyrir jól. Meira farsóttamálum rúmlega 6.600 manns mættu í örvunarbólusetningu í Laugardalshöllinni í dag. Fyrsti hluti örvunarbólusetningar átaks hafinn og stendur í 4 vikur. Stefnt að því að bólusetja 160.000 manns á landinu öllu á þessum tíma. Á fyrstu 40 mínútunum í morgun voru á annað 1000 manna bólusett. Tæplega 10.000 voru boðaðir á höfuðborgarsvæðinu í dag, en jafnframt verið að bólusetja allt land. Bóluefni Pfizer notað og verður örvunarskammtur fyrir alla 16 ára og eldri. Yfir! Allir fá boðum að mæta í bólusetningu en 5 til 6 mánuðir þurfa að hafa liðið frá seinni skammti grunnbólusetningar áður en mæta má í örvunarbólusetninguna. Þau sem hafa fengið grunnbólusetningu og COVID eru beðin að bíða þangað til frekari fyrirmæli berast. Okkur finnst flestum að við höfum verið hérna áður, en það komið að því örvunarbólusetning fer fram í Laugardalshöll. Það ekki annað að sjá og heyra en að flestir taki þessu bara með mestu ró. Þú ert mætt í örvunarbólusetninguna? Sjálfsögðu. Ekkert annað til greina. Þetta sjálfsagt til bóta að fara í þriðju sprautuna, sko. Það þýðir ekkert annað. Það ekkert annað í boði. Þetta gengur bara mjög vel. Fer vel af stað. Það var smá biðröð fyrir utan þegar við opnuðum, en hún vannst fljótt niður, þannig að nú þetta bara stöðugt og gott flæði. Hvernig finnst þér fólk taka því að vera að mæta hér í þriðja sinn? Þetta svolítið eins og endurtekið efni? Já, við segjum svolítið núna allt þegar þrennt vonandi. Þannig að svolítið bara einblínum á það, gerum bara það sem við þurfum að gera. Bólusett verður mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga frá klukkan 10 til 3. Hálfur mánuður þarf að líða frá inflúensubólusetningu að örvunarskammti gegn COVID-19. Rannsóknir allavega sýna að það ekki meiri einkenni eftir þriðju heldur en var eftir fyrstu og aðra. Þannig að við erum að reikna með því að fólk ætti ekki að hafa áhyggjur af því. Framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar segir að bændur séu fjúkandi reiðir vegna reglugerðarbreytinga sjálfbæra landnýtingu. Drög gerir ráð fyrir að stöðva beitingu sauðfjár á landi í yfir 700 metra hæð eða í meira en 30 gráðu halla. Landgræðslulög voru samþykkt árið 2018 með það að markmiði að vernda þær auðlindir sem fólgnar í gróðri og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Hafa drög að reglugerðum leiðbeiningar verið í umsagnarferli í samráðsgátt undanfarnar vikur og borist tæplega 90 umsagnir. Að mestu frá bændum sem eru afar ósáttir. Í drögunum meðal annars kveðið á svæði í svokallari ósjálfbæri nýtingu sem henti ekki til beitar. Þannig verði óheimilt að beita sauðfé á svæði í meira en 700 metra hæð eða í 30 gráðu halla. Framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar segir þær kvaðir geta komið sér afar illa. Við tókum bara akkurat brekkuna hérna fyrir ofan okkur í Kaupmannssveitarfjallinu, eða fyrir ofan Svertingsstaði, og létum mæla hallan í henni og þar sem að bara rétt fyrir ofan fjallskýringuna í 200 metra hæð, þar hallin orðin 23 gráður og 100 metrum ofar hann komin í 30. Þannig að eins og hér á þessum bæ þá mætti ekkert beita nema bara hérna rétt við bæinn? Nei, það mjög takmarkað. Í drögunum líka reglur sem snúa dreifingu áburðar á tún. Það má ekki dreifa búfjáráburði 50 metra frá rennandi vatni og ekki tilbúnum áburði 5 til 10 metra frá og ekki neitt tekið tillit til þess hvernig honum dreift eða hvort einhver hætta á að hann skolist út eða ekki. Þannig að það mætti ekki dreifa skít í meira en 50 metra fjarlægð frá vötnum? Nei, það bara bannað. Þó flestar umsagnir vegna málsins komi frá bændum fagnar Landvernd drögunum. Í umsögn frá samtökunum því fagnað að nú sé komið tæki til að setja hömlur á ósjálfbæra beit. Reglugerð auðveldi vinnu við að endurheimta gróður og bæta landnýtingu. Því eru bændur ósammála. Menn bara fjúkandi reiðir og finnst farið af stað þarna með marga hluti á þess að sé búið að rannsaka eða vita hvaða afleiðingar eru og með veikan faglegan bakgrunn. Barn lést og annað illa slasað í Stokkhólmi eftir fall úr glugga í fjölbýlishúsi. Karl og kona hafa verið handtekin grunuð að hafa kastað börnunum út gluggann. Nágrönnum afar brugðið. Lögreglan var kölluð útlaust eftir klukkan 10 í gærkvölda staðartíma að fjölbýlishúsi í hverfinu Hässelby í vesturhluta Stokkhólms.
Þá höfðu 2 börn fundist illa slösuð fyrir utan húsið, bæði yngri en 10 ára. Þau voru flutt með þyrlu á sjúkrahús. Annað barnið lést þar í nótt en hitt lífshættulega slasað. Lögreglan telur að börnunum hafi verið kastað út glugga úr mikilli hæð og hafa karl og kona verið handtekin, grunuð að eiga þátt í verknaðinum. Expressen greinir frá því að stungusár hafi verið á börnunum og að karlmaðurinn sem var handtekinn sé faðir barnanna. Hann hafi að auki veitt sjálfum sér áverka með hníf. Þetta hefur lögreglan ekki staðfest en þó sagt að hinn handteknu tengist börnunum. Nágrönnunum brugðið. Man läser ju om såna här saker någon gång då och då, det händer någonstans i landet, men nu kom det så, det slog det ner i mitt kvarter liksom. Det blir så väldigt påtagligt. Och som detta att det är barn. Det är för mycket. För mycket. Lögreglan hefur ekki staðfest neitt aðdraganda atviksins en tilstóð að yfirheyra hinn handteknu í dag. Rétt fyrir fréttir var tilkynnt að konan sem var handtekin vegna málsins hafi verið látin laus. Maðurinn hins vegar ennþá í haldi. Og aftur til Íslands. Varðskipið Týr kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir síðustu sjóferð sína fyrir Landhelgisgæsluna. Mikil átök fylgja sögu þessa skips sem og sigur í síðasta þorskastríðinu þegar fiskveiðilögsagan hafði verið færð út í 200 mílur. Varðskipið Týr hefur verið í siglingum í tæpa hálfa öld og oftar en ekki hefur skipið komist í hann krappan á þeim tíma. Til að mynda var siglt á þetta skip 3 sinnum í einu þorskastríðana. Breska herskipið Falmouth átti þar í hlut en alls var siglt 18 sinnum á tíð. Ómar Ragnarsson ræddi við Guðmund Kernesteð eftir átökin við freigátuna Falmouth. Ég held að sé nú ekki tæknilegu harðari áreistu til frá herskipinu. Þetta var á fullri ferð og hann þolir ekki meira, hann bara fer saman eins og harmonika og það hlýtur hann að gera sér ljóst og þeir. Varðskipið Týr kom til Reykjavíkur í fyrsta sinn 24. mars 1975. Týr var þá fullkomnasta skip Íslands og jafnframt það dýrasta. Skipið kostaði 1 milljarð króna komið til landsins. Týr klippti á távíra 8 togara árið 1976. Skipið var einnig sent á vettvang til Súðavíkur eftir eitt mannskæðasta snjóflóð Íslandssögunnar 1995 með björgunarsveitir, lækna, slökkviliðsmenn og leitarhunda meðal annars. Skipið hefur alls dregið rúmlega 100 skip til hafnar. Þá bjargaði áhöfn Týrs 360 flóttamönnum þegar flutningaskipið Esaden var dregið vélarvana til hafnar á Ítalíu í ársbyrjun 2015. Síðasta sjóferðin var mun rólegri. Við erum búin að vera hérna á suðvestursvæðinu bara og fórum allt norður að Skjálfanda. Tókum þar á móti Freyju. Vorum að afhenda þeim svona ýmsan búnað sem að var að vera að græja hérna heima. Þar á meðan Freyju merkið. Þetta er náttúrulega búið að bara marka landhelgissöguna bara eiginlega frá upphafi, frá því þetta skip kemur og átti bara gríðarlega stóra þátt í bara hvernig þetta fór og stóð sig alveg með prýði og áhugðin sem hefur verið hérna frá upphafi Mér skilst að sé einhverju söluferli en það er bara synd ef þetta á að fara að leggja á honum og þá náttúrulega bara grotnar þetta niður Það má segja að það sé hálfgerð synd því að þessu skipi er búið að vera haldið mjög vel við en aftur á móti þá er vélbúnaður og annar orðin gamall og farin að gefa sig þannig að þetta er bara barn síns tíma hefur ekki sömu getu og við þurfum í dag þannig að þetta er bara nú komið að þessu tímamótum. Varðskipið Freyja tekur við starfi Týrs. Fjöldi flóttamanna hefur safnast saman við landamæri Hvíta-Rússlands og Póllands til að reyna að komast yfir til Póllands. Forseti Hvíta-Rússlands segist vilja senda fólki til síns heima en það vilji ekki fara. Evrópusambandið ætlar að beita Hvíta-Rússa frekari viðskiptaþvingunum næstu daga. Ástandið á landamærum Póllands og Hvíta-Rússlands verður sífellt ískyggilegra. Flóttamönnum fjölgar stöðugt og eru stjórnvöld í Hvíta-Rússlandi sökuð að flytja flóttamennina þangað markvisst. They open the fences and they do things like that and they let them cross to Poland. So sometimes they help the people to cross, sometimes they hurt them. Flóttamennirnir virðast vita af þessari aðstoð. Í dag gekk fjöldi þeirra fylltu liði frá búðunum þar sem þeir hafa hafst við að hliði einnar landamærastöðvarinnar í vonum að þeirra byði betra líf Póllandsmegin við landamærin.
Þar hefur lögreglueftirlit verið aukið til að tryggja að flóttamennirnir komist ekki þangað sem þeir ætla sér. Spodziewamy się, że będzie próba siłowego forsowania granicy. W tej chwili są tam skierowane wszystkie nasze siły, jakie mogliśmy tam skierować. Forseti Hvíta-Rússlands sagði í morgun að hann vildi senda flóttamennina aftur tilbaka til heimalanda þeirra. Но тот, кто не желает, мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и Белавия, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые, по-нашему говоря. Никто возвращаться не хочет. Enda hafa margir þeirra ekki neitt heima að sækja. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræddu viðskiptaþvinganir á Hvíta-Rússland á fundi í dag. We need to make sure that no planes who would be potentially bringing in people with the intention to migrate, to cross the border illegally, they wouldn't land in Minsk or actually any Belarusian airport, and it is very, very crucial to do that. Þetta virðist hafa hlotið hljómgrunn. Á fundinum var samþykkt að setja frekari þvinganir á Hvíta-Rússland á næstu dögum. Talið að þær beinist að 30 embættismönnum, ríkisflugfélaginu og ferðaskrifstofum. Og þá ætlum við að sýna ykkur fréttina sem við ætlum að byrja þennan fréttatíma á en gátum ekki vegna bílana í tækjum hjá okkur. En starfsmaður á leikskólanum Sælukoti hefur verið kærður fyrir að hafa brotið kynferðislega á barni í skólanum. Hópur fyrrverandi starfsmanna skólans og foreldrar barna krefst þess að skólanum verði lokað. Rekstraraðilar Sælukots hafa verið boðaðir á fund skóla og frístundasviðs Reykjavíkur sem hefur fengið fjölmargar athugasemdir við starfsemina. Hópur fyrrverandi starfsmann og foreldra barna á Sælukoti sendi frá sér yfirlýsingu þar sem þeir krefjast lokunar skólans. Of mörg börn séu á hvern starfsmann og ung börn séu eftirlitslaus. Starfsmaður sem nú hefur verið kærður fyrir kynferðisbrot hafi oft verið einn með börnunum og aðrir starfsmenn hafi ekki vitað á málinu fyrir að það birtist í fjölmiðlum. Þá segir í yfirlýsingunni að fyrrverandi leikskólastjóri hafi ítrekað tilkynnt borginu ástandið. Við erum að vinna út frá athugasemdum sem að koma fram í sumar, erum búin að fara í úttekt á starfi leikskólans og erum að fara yfir þau mál með stjórnendum leikskólans. Móðir 3 ára stúlku sem var á Sælukoti hefur nú kært karlkyns starfsmann leikskólans til lögreglu fyrir að hafa brotið kynferðislega á dóttur hennar. Amma stúlkunar segir að barnið hafi greint frá ofbeldinu í þrígang. Og svo þriðja sem að byggir á að það var ákveðið að kæra. Barnaverndarnefnd felldi máli niður en hefur nú tekið það upp aftur. Meintur gerandi hélt áfram að starfa á leikskólanum og amman segir að starfsfólk leikskólans hafi fyrst frétt af málinu í fjölmiðlum í haust. Við treystum á kerfi sem að virðist hafa brugðist okkar trausti á öllum stigum málsins. En mín ósk persónulega væri að þessum leikskóla yrði lokað hið snarasta út af því að miðað við allar þær upplýsingar sem hafa verið að koma fram virðast börnin hreinlega bara ekki vera örugg í þessum aðstæðum. Já, nú hefur komið fram að starfsmaður á Sælukoti hefur verið kærður fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni. Vissu þið hjá Reykjavíkurborg af þessu áður en það kom fram í fjölmiðlum? Já, viðkomandi stjórnandi í leikskólanum hafði samband við skóla- og frístundasvið núna í sumar og við leiðbendum strax bara með það að tilkynna þetta þessi atvik til Barnaverndar Reykjavíkur. Hverjar eru reglur borgarinnar í svona málum? Þegar svona mál kom upp þá alltaf viðkomandi sendur í leyfi þangað til niðurstaða máls liggur fyrir. Fyrrverandi leikskólastjóri á Sælukoti meðal þeirra starfsmanna sem sendu ályktunina. Hún segist ekki hafa vitað að meintu kynferðisbroti fyrir en fjalla var það í fjölmiðlum. Þetta mál með kynferðisafbrotamál að það kom aldrei á mitt borð. Ég er hér vegna þess að ég er að höfða til ábyrgðar Reykjavíkurborgar og stjórnvalda og að gera eitthvað í þessu máli. Hvorki leikskólastjóri né rekstrarstjóri Sælukots gafu kost á viðtali þegar eftir því var leitað. Og þá erum við komin að kastljóshorninni í fréttatímanum einar. Það hefur verið fátt rætt meira síðastliðinn hálfa mánuð og rúmlega það heldur í loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow. Já. Og þú ætlar að halda áfram þessari umræðu. Já, nú kemur hann Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs og hann þekkir nú þessi mál ágætlega. Hann var nú einn af þeim sem hélt utan samningaviðræðurnar í Parísarsáttmálanum. Við ætlum að spyrja hann svona eins út í það hver var niðurstaðan af þessari ráðstefnu í Glasgow og hvaða svona
Kemur umhverfisráðherra frá þessari ráðstefnu með langan verkefnalista? Hvernig ætlum við að ná kolefnishlutleysi fyrir 2040 og hvað var í þessum samningi sem við þurfum að skoða hérna upp á Íslandi? Og líka væntanlega hver verður næstu skref? Já, og það náttúrulega eins og gengur, þá eru náttúrulega sumir mjög ánægðir með þennan samning, aðrir bara mjög óánægðir og kannski flestir einhvers staðar þarna mitt á milli. Hvað var það svona sem stóð upp úr? Hvað segja vísindin? Takk fyrir það, Einar. Og við ætlum að líta á veðurspána. Á morgun verður suðvestlæg átt eða breytileg gola eða kaldi og víða snjó eða slydduél, vaxandi norðlæg átt annað kvöld með snjókomu eða éljum á norðanverðu landinu en styttur upp síðra. Hiti í kringum frostmark. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í körfubolta tapaði stórt fyrir Ungverjalandi í öðrum leik liðsins í undankeppni EM í gærkvöld. Þjálfari liðsins segir leikinn fara beinustu leið í reynslubankann. Portúgalska karlalandsliðinu í knattspyrnu mistókst í gær að tryggja sér beint sæti á HM þegar liðið tapaði óvænt fyrir Serbíu. Einn leikur fór fram í úrvalsdeild karla í handknattleik í gær og 2 leikir eru spilaðir í kvöld. Í gærkvöld tóku Selfyssingar á móti nýliðum Víkings. Nokkur helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Kona sem var leikskólastjóri á Sælukoti kveðst ekki hafa heyrt af meintu kynferðisbroti starfsmanns gegn barni fyrr en fjölmiðlar fjölluðu um málið. Amma barnsins segir að kerfi hafi brugðist. Viðbúnaður vegna hryðjuverka var aukinn í Bretlandi í dag. Sprenging í leigubíl í Liverpool í gær er talin hryðjuverk. Bílstjórinn bjargaði mannslífi með því að læsa árásarmanninn inn í bílnum. Nýgengi smita hefur aldrei verið hærra og metfjöldi er í einangrun eða sóttkví rúmlega 4.300 manns. Samkvæmt finnsku spálíkani má búast við yfir 100 smitum daglega fram í miðjan janúar. Thor Aspenlund, líftölfræðingur, segir að spáin sé svartsýn. Fullt var út á dyrum í Laugardalshöll í morgun þegar fólk mætti í örvunarbólusetningu. Bólusetja á 160.000 manns á landinu fyrir 8. desember. Varðskipið Týr kom úr síðustu sjóferð sinni fyrir landhelgisgæsluna í morgun. Týr og áhöfn áttu stóran þátt í að Íslendingar unnu sigur í síðasta þorskastríði. Og næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn.is er uppfærður allan sólarhringinn og við minnum einnig á RÚV appið fyrir snjalltæki en þessum fréttatími er lokið og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Björk Orkestral, bein útsending. Björk og strengjasveit úr Sinfóníuhljómsveit Íslands. Flutt verða lög af plötunum Homogenic og Volni Kúra. Af öllu hjarta er finnsk leikinn þáttaröð